Frábært að fá þig heimsókn. Gaman að vera komin, takk fyrir að bjóða mér. Fáðu þér endilega eins mikið af kaffi og þarft. Já, takk, ég þarf alveg smá, sko. Sko, sem mér langaði svolítið þegar ég ákvað að fá þig þáttinn var svona þetta, ég veit ekki hvort ég að kalla það þriðja augað eða svona, mér fannst svona það sem ég hef heyrt að þér, þá finnst mér þú góður í að greina ýmis mál og sjá þau eins og svolítið svona frá svipuðum sjónarhorn og ég sé þau. Þú veist, þetta er náttúrulega klassískt með þessa polariseringu og svo allir orðnir þreyttir á polariseringunni, en síðan er það einhvern veginn þessi svona, hvað á ég að segja, svona undir eða allt líkjandi sjálfsritskoðunar eitthvað sem er að hafa áhrif á svo margt, hvort sem það eru stjórnmálin eða, þú veist, eins og við tölum kannski í þínu tilviki listamannalaunin, það sem ég hef verið mjög upptekinn af fjölmiðlarnir, sko, Já. að þá er það, þú veist, einhvern veginn, við viljum öll tilheyra og ef þú ferð að vera mjög harður einhvern veginn gegn hinni einu réttu skoðun á hverjum tíma, þá ertu pínu að útskúfa sjálfur þér. Já. Það er alveg rétt. Ég sé þetta svolítið þannig að ég hef, ég er svona aðalega skáldsagna höfundur býst ég við, en skrifa líka svona samfélagsrýni, eitthvað slíkt. Ég hef gert það í fjölmiðla lengi. Og ég hef bara reynt alltaf að nálgast það þannig að, án þess að vera að setja sig á okkur háan hest, sko, það sé bara mikilvægt fyrir samfélagið að það séu raddir sem reyna að greina og krítisera heiminn og samfélagið, þjóðfélagið eins og það er og tíðarandan, án þess að vera í einhverju sérstöku liði, sko, þú veist, án þess að vera í einhverjum skotgröfum og það er svona það sem ég hef svo mátt deilum það hversu vel mér hefur tekist upp með það, sko, en ég hef allavega reynt að nálgast það þannig, sko, og hef alveg, já, þú veist, er bara ánægður með það svo sem, en maður líka alveg fundið fyrir því að, þú veist, það væri örugglega alveg oft þægilegt að vera einmitt í einhverju svona pólitísku liði og tilheyra einmitt svona einhverjum mjög skýrt afmörkuðum hóp, sko. En ertu þannig að, þú veist, að ég stend mig að því að þegar leið og það gerist eitthvað eins og til dæmis bara Rússland, Úkraínu, þá kemur strax saman, þetta er ekki jafn einfalt eins og að vera að segja okkur. Núna þegar Trump nær kosningu, þú veist, þetta er ekki, þú veist, það vantar alla núansa í þessu umræðu. Já. Og það er svona, þú veist, eins og bara, þú veist, er bæði hægt að segja, ég horfi á 3 klukkutíma viðtal við Donald Trump, bara hann er eins og smákrakk í hvað hann þarf að upphæfa sjálfa sem ekki. En í sama skapi er eitthvað í aðgerðunum hans sem að segja mér, já, þetta getur verið flott, sko. Já, ég er alveg sammála. Skilur þú einhvern veginn sama með Úkraínu og Rússland, þú veist, getur maður í bæði finnst bara, ok, þetta er þú veist, það hvernig Rússar ráðast inn getur verið mjög ránt. En að sama skapi, þú veist, eigum við að ræða aðeins, þú veist, flóknari aðdragandan að þessu og hvernig þetta, þú veist. Já, ég heldur betur, brendi mig nú á því hann í maí 2022 að þetta var ekki eitthvað sem mátti ræða, sko. Ég byrjaði þeirra á RÚV, eða? Já, ég ég skrifaði pistla á RÚV vikulega í mörg ár, sko, en sá síðasti sem ég skrifaði var í maí 2022. Ég hef ekki verið beðinn um það aftur, sko. Eða hvort það var í byrjun júní og, sko, reynslan hafði kennt mér að þú ert að skrifa svona pistla þegar það komið sumar, þá bara dettur áhuginn alveg niður, það er engin áhuga, svo allir eru bara farin í sumarfrí og þannig að ég hef skrifað eitthvað þetta stríð og bjóstu bara við því að það hefði engin áhuga á þessu, sko, þetta væri nú bara svona þokkalega, basic take, sko, þú veist, það sem ég var svona einmitt að svona gefa í skyn, eða svona mér fannst það svona, mínar ályktanir voru, þetta væri kannski svona nákvæmlega eins og þú ert að segja, þú veist, að eitthvað getur verið algjörlega óréttlætanlegt og algjörlega, sko, lögfræðilega, út frá alþjóðalögum, algjörlega brot á þeim öllum og svo framvegis. En þú veist, það sé samt kannski mögulega eitthvað samhengi þarna sem þú getur skilið og þetta sé kannski ekki alveg bara svona eitthvað teiknimyndadæmi, sko. Þú veist, bara svona eitthvað vondikall og það sé kannski ekki bara þannig, en þá fékk ég nú heldur betur að heyra það, sko. Þú veist, það var svona, alls konar málsmetandi fólk sem birtist allt inn í fjölmiðlum og var að kalla mann lygara og það var svona, ég myndi segja
sérstaklega þarna, var svo sem líka aðeins í COVID, þá fyrir maður að finna fyrir því svona, ef maður fer út í þessa sálma að hlutinni séu kannski, þú veit meira sér ekkert einu svona halda því fram, þetta flóknara en þú heldur, skilu, þú veit bara svona veltaði upp, mögulega þetta, þú veist, eitthvað pínuflókið, sko, eða svona alls konar önnur sjónarinn á þessu, þá getur maður bara lent í miklum ógöngum, sko. Já, og talandum með þetta, skilur, að þú veist að þegar þú kannski áður en þú ert búin að þú veist, er þetta neikvæðastu viðbröð við einhverju sem þú hefur gert, sem þú fyrst þarna? Já, ég fekk margt helvítið slæmtan í COVID, sko. Það var svona, það var ofta ekki gott, en þetta var svona eina skipti þar sem að, að voru svona hringdir út einhverjir prófessorar upp í HÍ til að á mokkan og svona til að staðfesta að þetta væri bara rússneska legar síðan væri að segja að þetta var mjög skrítið, sko, þú veist, alveg bara. En að því með þetta, bara með auðvitað, þú veist, það ekkert sérstaklega fyrir, ég hugsa bara einhvern veginn, flestir hafa aldrei prófað að gera eitthvað opinberlega þar sem að, þú veist, við erum hrædd við að berskjalda okkur, sko, þú veist, það er búið að gera margar stúdíur og því að bara, að standa fyrir framan hópa fólki og tala, er mjög ókveikjandi, sérstaklega fyrir þá sem hafa aldrei gert það. Já. Þannig að, ef þú hefur aldrei, þú veist, meira hluti fólks hefur aldrei sett sig í þessa stöðu, en einhvers staðar aftast í heilanum getur þú mátaði inn í. Já. Ef ég myndi tjá mig á þennan hátt, þá ég að fara að fá hann, og ég bara kýs að gera það ekki. Já. Sem þýðir þá að, þú veist, og við vitum öll kannski sirka hvaða hópur það er og hvort liðið það er sem búið að vera svolítið svona ofan á í að vera mjög harðskeytt á undanförnum árum. Já. Þá kannski mikill eða svona, allavega mjög stór hópur af fólki sem með svipaða skoðun, en bara ég bara að lifa ykkur venjulegu lífi hérna, ég ekkert endið ykkur opinberri umræða, akkur ætti ég að fara að tjá mig um þetta. Já, algjörlega. Og það skekkir þá myndina í því að þá heldur að háværi hópurinn sé fjölmennari en enni að því að það er svo mikið af venjulegu fólki sem bara, ég er ekki að fara hann í þetta fenn, sko. Já, það er alveg rétt og ég svona, ég sjálfur oft hugsa þetta, sko, þú veist, ég bara einhvern veginn þegar manni var falið þetta til að byrja með að vera að skrifa einhver svona pistla, þú veist, ég held að kannski bara 2-3 en svo einhvern veginn hef ég verið að gera þetta í mörg ár, sko, að þá líður manni eins og, þú veist, þetta að mörguleiti svo svona pathetic hlutskipti að vera eitthvað að skrifa einhverja krítík á stjórnmál innan lands eða einhver alþjóðamál eða einhver tíðaranda eða hugmyndafræði nefndu að þú getur bara einhvern veginn svona verið að kritisera þetta en þú ber ekkert ábyrgð á neinu, skilur, og þú getur alveg komist upp með það bara að vera að drulla yfir einhverja hluti án þess að færa fram eitthvað uppbyggilegt, sko, í staðinn eða með, sko, en mér oft þótt það svona erfitt við þetta að þetta sé svona, þú veist, þetta sé líka eitthvað svona pínu cheap, sko, og en að sama skapi, þú veist, þá það sem ég var nefnilega áðan, þú veist, mér finnst mikilvægt að það séu svona raddir þarna úti, sko, og ef þér er falið eitthvað svona, ef þú tekst á við að gera eitthvað svona, þá finnst mér það bara að vera svona þín skylda, þín ábyrgð að tjá eitthvað sem, þú veist, tjáði heiðarlega, skilur, en að geða bara tjá það sem þér svona, hvernig þú raunverulega sérð hlutina og sért ekki að fela það, skilur, eða sért ekki að skýla þér eða einhvern veginn svona segja eitthvað með því að svona gefa það í skín, sko. Einmitt. Og ég hef stundum minnst á þetta er mjög algengur frasi á Íslandi og íslenskri umræðu að einhver segist vera hugsi. Ég er hugsi yfir þessu máli. Þú veist, mér finnst þetta að vera svona eitthvað svona klassískt svona, þú veist, til þess að svona gefa eitthvað í skín, þú veist, það er svo augljóslega eitthvað miklu meira en undir niðri sem þú vilt ekki fara út í, sko. En þú einhvern veginn lætur nægja að segja ég er hugsi, ég er hugsi yfir þessu, hvað ertu að hugsa, skilur? Já. Þú veist, en já, allavega, að mér svona, þó að þetta svona, að vera einhver svona krítísk rödd, sé eins og ég segi, einhvern hátt svona frekar
svona ábyrgðarlaust starf, það finnst mér samt vera svona einhver siðferðilega ábyrgð í því að þú allavega reynir að tjá þig svona heiðarlega einlægt hvernig þú sér hlutina og takir þá leiðindónum sem þú færð, skilur því þú færð náttúrulega líka alveg stuðning og allt svona. Ég tengi við þetta sem þú ert að segja því ég oft þegar ég eins og nú, þess vegna lókaði mig líka að ræða við ritlistinu og eftir þér og bara eitthvað svona, mér stundu svo geggja þegar ég fæ eitthvað inn í þáttinu og ég, eitthvað sem var á mótorhjólaferðalagi, strákum daginn sem fór 13 mánuði einn og við erum bara að tala um ferðalag og eitthvað svona gaman og ástríð og að því stundu þegar maður er að tala um þjóðmál, þá svona, þú veist, er ég núna bara í sömu tíðinni eins og þeir sem ég er einhvern veginn að reyna að benda og eiga verið öðru og er ég þá bara nákvæmlega eins. En mér finnst þessu bara núna með Snorra Másson til dæmis núna þegar hann fer og ræðir eitthvað hérna kynjafræðingarna og þá dregin upp tweet frá því ég held hann hafi verið 16 eða 17 ára. Skilur það svona og þá allt í einu svona, ég hef hort á sko, fólk tala hann sé þá tækifæri sinni og meðan að einmitt eins og núna sagði ég áður en að hérna Trump tók við. Ég bjart sýtt, sko, ég held þetta verið gott. Svo skil ég ekki alveg þetta tolladæmi hjá honum. Þá áskil ég mér alveg rétt til þess að, sko, ég vil einmitt vera maðurinn sem segir, ef að hann, sko, 4-5 mánuði inn er bara að gera eitthvað, ég botna ekkert í því, þá segir ég, ok, ég hafði rámt fyrir mér. Þetta lítur bara alls ekki vel út. Þannig að mér svona einhvern veginn líki umræða hefðinni að þá er nánast verið að refsa þér að þú lefir þér að skipta skoðun, sko. Í staðinn fyrir að það sé eitthvað sem bara heyrðu geggjað, vel gert, sko, þú þroskaðist. Já, einmitt, og ég held nú í tilviki Snorra, ég held að hann hafi nú talað svona þokkalega opinskátt og opinberlega það að hann hafi einmitt, sko, algjörlega. og þessi viðhorf hans komi í rauninni frá því að hann þekki hinna liðina, sko, svona að því ég best veit, sko, en hérna, já, þetta er náttúrulega bara rosalega algengt sem þú ert að lýsa og þess vegna svona, þú veist, einmitt, sko, hin hliðin á því að vera alltaf í einhverju svona liði, sko, þú veist, mér finnst það oft svona, ef ég má aðeins gagnrýna það, skilur, mér finnst það oft svona, þú veist, þetta er mjög oft til dæmis kannski fólk sem var í stjórnmálum lengi og er núna að tjá sig þjóðfélagsmál, það er alltaf að tjá sig úr sömu áttinni, sko, og það er allt í lagi, ef þú hefur varið æviðinni algjörlega sannfærður alla ævi einhvern veginn að þinn pólitíski skóli sé alltaf réttur þá er þetta bara tjáir þú það lífsviðhorf, sko, en þú veist, mér finnst þetta samt svona, þú veist, það er samt svo ótrúlega auðvelt einhvern veginn, þú veist, það er bara svo auðvelt að vera alltaf með bara einhver svona sjálfvirka skoðun á hlutunum, sko. Algjörlega. Alltaf einhvern veginn úr sama skólanum, sko, þú veist, og á meðan svona, já, mér finnst, ef þú allavega, í mínu tilviki, ef þú ert svona bara þokkalega leitandi manneskja og ert bara opinn og ert einmitt ekki í einhverjum stjórnmálaflokki eða eitthvað svona, að þá bara einmitt, þú veist, þá eru bara svona vitsmunaleg heilindi í því að þú, hérna, ekki bara meir, þér megir snúast hugur og að þú hafi líka heilindin í það að viðurkenna það, skilur, og bara algjörlega segja, ég bara sá þetta vitlaust og ég er mjög sammálaður, ég var svona, þegar Trump var kosinn, þá fékk ég svona tilfinningu, já, þú veist, kannski er þetta svona eitthvað sem bara, mögulega er þetta bara eitthvað sem svona þarf og þetta verður svona kreatív, svona distraction eitthvað, sko, þú veist, sem bara svona, að því að svona eitthvað business as usual getur ekki gengið eitthvað lengur, maður bara sér það, þetta er bara potturinn er fann að krauma svo rosalega, að kannski er Trump einhvern veginn svona tækið til að taka lokið aðeins af, kannski, og svo svona eftir að hann tók við, þá er ég svona, líst ekkit alltaf vel á þetta, sko, þú veist, og hef svolítið svona, skrítið. Já, þú veist, ég hef svona aðeins, ég ætla ekki að segja alveg ég þetta hatt minn með þetta, sko, en ég er svona, mér líst ekkit á þetta, sko, en sjáum til. Ég vil trúa því að hann viti hvað hann er að gera og það sé eitthvað að maður horfir bara að þetta er bara pókerleikur og að hann hérna á endanum vilji bara fá alla að samningaborðinu og hans leið er svolítið bara eins og með Zelenski þegar þessi fundur skilum að horfa bara hvað er ég að horfa á hérna, sko, þetta er eitthvað sem hefur örugglega gerst rosalega oft í gegnum mannkynssögun en aldrei fyrir framan kamerun og bara allir sjá þetta, sko, en bara leiðin hans er bara, þú veist, ég er gæinn sem er í samningsstöðinu við borðið og ég bara stuða þig nógu mikið þannig að þú veist, ég í raun og veru bara læti að halda að það sé bara
all bets are off, já, þannig að þú þurfur pínu að fara í þitt hotn, fatta, heyrðu, ég ekki neitt í samlingsstöðu og koma skriðandi tilbaka. já. Þú veist, það svona, þetta ekki fallegt Nei. og ég ekki hrifin af einmitt, það svo margt við, sko, svona, hvað segir maður, það svo margt við bara svona framhliðina á því hvernig hann kemur fram sem ég svona, það alveg mjög ólíkt öllu í mínu fari, sem orðað þannig. En einmitt, þú veist, ég ekkit endilega besti pókerspilari í heimi, sko. Nei. Þú veist, og þá hugsa maður aftur eins og með Elon Musk, sko, að ég held að það sé sérstakur gæi, sko, þú veist, ég veit ekki hvernig hann í mannlegum samskiptum og einmitt bara með empatíu og svoleiðis hluti, en þegar kemur að skilvirkni, þá bara efast ég ekki um hann. Já. Ég bara held að þetta sé eitt skilvirkasti gæi mannkyn sögur, sko. Já. Og ég á því að kerfin sé orðinu allt stór, þetta eitthvað skemmtileg tilraun að fá gæi eins og hann til þess að bara vaða í kerfin. Og ef að fólk heldur að þetta sé eitthvað svona þægilegt forréttinda kalla hlutverk. Sko, ef við myndum alltaf gera eitthvað svipað á Íslandi, fá okkur svona niðurskurða keisara, ég ætla að fullir að það væri enginn til í það hlutverk, vegna þess að skítur eins og þú færð svo rosalegur. Já. Þú þarft að vera svo ríkur og óháður og til í að taka skít. Já. Því það bara allt kerfið að fara að ráðast á þig. Já, heldur betur. Þannig, heldur betur. Þú veist, einmitt, þetta kannski svona ekki, pínu þreytt umræða, en samt, þú veist, það varði eitthvað moment núna þegar Hallgrímur og Sólveig Anna voru að spjalla í þessu vókdóti, því ég tengdi inn í, þú veist, fyrsta þáttin sem ég var með, það sem Kári Stefánsson kom, og ég tengdi svo mikið við það sem hann sagði Sólveig, ég vinstri maður, en það er svo erfitt að vera vinstri maður á Íslandi, að því vinstra fólk á Íslandi hefur svo lengi ekki verið að hugsa þá sem minna mega sín, heldur þau hugsa þá sem segjast vera að hugsa þá sem minna mega sín. Og mér finnst þetta ná svo vel utanum. Svo þannig að þau tvö saman, og ekki það mér finnst Hallgrímur frábær rithöfundur og allt það, en það fannst mér þarna vinstri manneskja sem berjast fyrir fátæku fólki og svo svona pínu elítu vinstri. Og þarna mættist þetta tvennt. Og það var bara mjög erfitt fyrir hann að vera þarna þegar það bara baróttu kona sem hefur verið mjög samkvæm sjálfur sér, sem bara segir þetta svona. Ég hef ekki viljað verið hans hlutverk eitthvað neðin að reyna að vinna hann í þessum röggræðum. Nei, Sólveig Anna maður bara eina hugsunarmannskjælu í Íslandi. Já, þetta var bara, ég sá ekki allan þáttinn, ég sá bara þessar klippur sem fóru, en það virðist vera svona, svona mikið sjávarföll þessi stað í kúltúrnum einhvern veginn, og ég er svolítið gaman að því ég fer oft í göngutúra með pappa mínum og föðubróðum mínum, sko, svona, ég fæ mikið að minni heimsmynd frá þeim, sko, þeir hafa lengi, sko, oft svona verið að gaggrina vókisma og svona, og þú veist, og ég hef alveg alltaf tekið, þú veist, alltaf sýnt þessu mikinn skilning, skilur, og ég er alveg svolítið þarna líka, þetta fór náttúrulega fljótt út í tölvöld mikið rugl og svona, en ég sagði alltaf við þá, þú veist, bíði bara, sko, þegar þetta snýst, þú veist, og svona hærið fær boltan, skulum við segja, þá held ég að þetta gæti, þú veist, mögulega orðið verra, skilur við. Já, sjáum til. Og sjáum til, en svona, mér fannst svona, skilur við, bara korteri eftir að Trump var kosinn, kjörinn, sko, þú veist, það var kannski svona ákveðin svona tímamót í tíðarandanum bara, þetta var svo afgerandi, sko, að korteri seinna bara, þú veist, komin ykkur nasismi á Twitter, skilur og þú veist, og svo bara núna eitthvað svakalegt, sko, það verið að setja eitthvað svakalegt stígvél niður í amerískum háskólum í eitthvað, sko, tjáningafrelsi, sko, þú veist, þetta eitthvað að tjáðu lýsa ykkur stuðningi við Palestínu, þú bara sendir úr landi, skilur. Já, er það svoleiðis? Já, þetta bara rosalega sögur af þessu. Ég hef ekki sent mig. Þú veist, þannig að ég bara, ég get að sé eitthvað mikið skárra, skilur. Þannig að, þú veist, það er búið að vera inn í mörg ár, einhvers konar hægri að tala fyrir tjáningafrelsi og svona, og þú veist, að tjáningafrelsi eigi undir högg að sækja, og bara þú veist, ég er alveg sammálað því, skilur, en þú veist, það þarf þá líka að standa. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.